Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það fjölbreyttur þáttur framundan. Við segjum ykkur meðal annars frá sprunkunýjum leikskóla í Sandgerði. Já, sem bæjarstjórinn segir að sé glæsilegasti leikskóli landsins, en líka fleira í þættinum. Í þætti vikunar förum við einnig í Hafnir, en þar mikil uppbygging þessar mundir. Nýjar íbúðir spretta upp en húsin komu nær tilbúin alla leið frá Litháen. Guðjón Þorgils Kristjánsson 16 ára sandgerðingur sem hefur vakið eftirtekt fyrir einstaka sönghæfileika sína. Guðjón í söngnámi í tónlistarskóla Sandgerðis og stefnir hátt, enda fullt tilefni til. Við hittum Guðjón í þættinum. Ungmennaráð Reykjanesbæjar fundar reglulega með bæjarstjórninni í Reykjanesbæ og kemur þar á framfæri þeim málum sem brenna á ungmennum í bænum. Við tókum púlsinn á unga fólkinu. Tónlistarmaðurinn og sundkappinn Már Gunnarsson, sem nú býr í Englandi og stundar tónlistarnám í Manchester, fékk þá hugmynd fyrir nokkrum mánuðum að halda stórtónleika á Íslandi ásamt 30 manna stórhljómsveit. Tilefnið var útgáfa nýrrar hljómplötu Más. Í þættinum sýnum við ykkur frá tónleikunum sem haldnir voru í Hljómahöll í Reykjanesbæ. Leikskólinn Grænaborg í Suðurnesjabæ líklega einn glæsilegasti leikskóli landsins og jafnframt langstærsta einstaka fjárfesting Suðurnesjabæjar til þessa. Þetta kom fram í máli Magnúsar Stefánssonar, bæjarstjóra, við formlega vígslu leikskólans Grænuborgar í Sandgerði á mánudag. Grænaborg 6 deilda með tilheyrandi stóðrýmum, eldhúsi og veglegri aðstöðu fyrir starfsfólk. Gert ráð fyrir 130 börnum og eftir opnun hans hafa öll börn sem sótt hafa pláss komist að. Grænaborg hóf starfsemi í ágúst síðastliðnum og leysir að fullu leikskólan Sólborgu af. Jón Ben Einarsson, sviðsstjóri skipulags og umhverfissviðs Suðurnesjabæjar, var eftirlitsmaður með framkvæmdinni sem tók rúmlega 2 ár, en fyrsta skóflustunga var tekin í október 2021. Jón Ben, bæjarstjórinn segir að þetta sé flottasti leikskóli á Íslandi. Já, vonandi hann það, akkurat í augnablikinu að minnsta kosti. Við allavega fórum í þessa vegferð til að vanda okkur og okkur fannst að Sandgerðingar ættu bara skilið að fá virkilega bara vandaðan leikskóla, og það orðið löngu tímabært að hér yrði reistur bara virkilega vandaður leikskóli eins og ég segi. Já. Hvað hann, bara í örfáum orðum, hvað hann stór og margra deilda og slíkt? Þetta endaði með að hann var byggður í fullri stærð þessi leikskóli. Það stóð til að hafa 4 deilda fyrst, en þetta 6 deilda leikskóli fyrir 132 börn. Og hann svo sem það væri hægt að stækka hann enn frekar, en En dugar tekur hann við öllum börnum sem hafa vilja þurfa að komast á leikskóla? Hann tekur það sem þörf á núna, en ef það verður áframhaldandi fólksfjölgun í Sandgerði þá gætu þetta von bráðar þurft að gera einhverja frekar ráðstafanir. Og það eitthvað sérstakt, maður sér það þegar maður kemur inn, þetta virkilega glæsilegt og hönnunin skemmtileg. Var það eitthvað sem þeir rýnduð í þetta náttúrulega í byrjun í stýrihóp sérstaklega? Við fórum og skoðuðum fjölmarga nýlega leikskóla, 6-7 skóla, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, og tíndum svona það sem okkur fannst áhugaverðast úr þessum skólum og húsluðum inn í okkar hugmyndir, þannig að við værum sátt og
Það var strax í upphafi lögmikil áhersla á að hafa góðan aðbúnað fyrir starfsfólk, hafa fyrsta flokks hljóðvist í leikskólanum, vandaða lýsingu, við fengum lýsingahönnu mjög góðan hérna með okkur í lið. Þannig að hér fullkomið loftræstikerfi líka, þannig að þetta bara fyrsta flokks aðbúnaður við verum að öllu leyti sem að við höfum náð að setja upp hérna. En eitthvað hlýtur að það kosta líka? Þetta ekkert ódýr bygging en ég vil meina að við höfum náð að gera hana í raun og veru algjörlega á eðlilegum nótum. Þessi bygging endar með öllum kostnaði, þetta allt tínt til. Á slagar þetta upp í hátt í 1,3 miljard þessi bygging. Þetta 1135 fermetra leikskóli fyrir utan hérna mannvirki á lóð. 3800 fermetra leikskólalóð, 2700 fermetra aðkomusvæði hér og þannig að þetta auðvitað ekki gefið en ég ekkert ósáttur með niðurstöðuna í því. Við vorum með frábæra verktaka hérna sem kom að málum og það má geta þess að þetta eru aðalega verktakar hér úr Suðurnesjabæ sem stóðu að framkvæmda þessa leikskóla meira og minna og hönnuðirnir að mestu leyti hérna úr nágrenninu þannig að þetta er hérna afur sem er dálítið beint frá bíli á mörgu leyti. Hvernig er staðan í garðinum? Í garðinum hún er í lagi, það er bara við erum hann er auðvitað fullsett, þeir eru fullsetnir báðir leikskólarnir en það er sjálfsagt þegar verður byggður nýr leikskóli þá er ekkert ólíklegt að hann verði í garðinum, það gæti orðið þannig. Aðalverktaki var Bragi Guðmundsson, byggingaverktaki úr Suðurnesjabæ en arkitekt og aðalhönnuður JEES arkitektar. Þetta er falleg bygging sem er að skila af ykkur hérna Grænaborg í Suðurnesjabæ, í Sandgerði. En það gekk nú á ýmsu þegar þið voru að lentu í óveðri og slíku það ekki? Fylltist alltaf snjó? Það var viku 10 daga að vinna að moka út úr þessu. Það var skotbómarlestir hér fyrir utan og hvað var fyrir innan? Við vorum með bobkatt inni að moka og 10 kalla að moka í kvöld. 10 kalla. Húsið var fullt. Það kom hérna yfir húsið, það vantaði gleri hér, kom hérna og hérna inn, sogaðist inn og fyllti húsið. Þannig að það er ótt að segja að þið hafið fengið svona auka verkefni í þessari byggingu. Já, þetta var fjörugt. En það var líka oft margir góði dagar, það var ekki það, en þetta var hávetur þarna, mikið frost. Bæjarstjórinn segir að þetta sé glæsilegasti leikskóli á landinu. Það hlýtur að hafa verið gaman að taka þátt í að byggja þetta. Já, ekki að taka þátt, heldur bara að byggja þetta. Ja, þetta var mjög skemmtilegt verkefni, mjög, og bara gaman að fá að vera þáttakandi í því, mjög. En bara eitthvað sérstætt við þetta svona, þú veist, þetta er falleg bygging líka og ekki framúrstöfnum, heldur bara svona einhvern veginn, það er svona klassi yfir henni. Já, sko, það sem, ég segi alltaf það sem bjargar þessu, á okkar hálfu, það er að hafa svona góða menn með okkur. Sérstaklega eins og Jón Ben, hann var alveg sérstakur maður sem stóð hérna á hliðina á okkur. Það var alltaf hægt að leysa öll mál og allir urðu ánægðir. Þannig ég er mjög ánægður með þetta. Svona, nú hafið komið að mörgum byggingum hana og leikskólar eru eitthvað svona, þetta er svona kannski, já, þetta er ótt að segja, þetta er svona gríðarlega vel heppnað einhvern veginn og lítur vel út. Já, þetta er náttúrulega frábærlega hönnuð bygging og virkilega skemmtilegt og náttúrulega svona engin skóli líkur þessum, en nú er náttúrulega verið að gera svipaðan í Reykjanesbæ. Það verður gaman að sjá hvernig hann verður þegar hann er búinn. Gekk vinnan annars vel og hvað voruð lengi að þessu? Við vorum ekki akkurat bara 2 ár. Jú, 2 ár. 17. júlí. Það byrjað. Og við klárum það á 2 árum. Þannig að þrátt fyrir hérna eitthvað smá snjóævintýri þá gekk þetta allt þannig lega vel. Já, svona smá töf og einnistingum hana út af góðsunni Grindavík. Út af dollu eins og maður segir. En það bara leystist alltaf endunum. Já. Læra menn alltaf eitthvað nýtt og séu búin að vera lengi í bransanum Bragi. Það er við að, þú veist, þegar maður sér hérna splungun í að glæsibyggingu og þú búin að vera í áratugi í þessu, eru menn ekki alltaf eitthvað að læra? Við erum alltaf að læra. Þannig að ég er mjög ánægður með þetta hús. Þetta er virkilega vel heppnað hús. Og hér var ekkert svona sem kom óvart, sko. Nema það var kannski þessi skygni hérna, sem við svona endurhönnuðum aðeins upp á nýtt, en þetta enda allt mjög vel.
Er það eðlilegt, svona venjulegt hjá ykkur, þið eru duglegir að byggja hús, að þetta gangi bara nokkuð smurt? Já, við hefnum með það. Það hefur gengið bara vel síðustu ár. Það er bara góður róli, sko. Jón Ben, við spjöllum við hann og hann sagði að þetta væri svona, hafa verið að, já, meira og minna fólk úr heima byggð sem að vann við að byggja þetta. Hinn ýmsu störf. Já, við höfum yfirleitt verið með, ég er náttúrulega búin að vera í svona, hvað, 45 ár. Ég er yfirleitt alltaf með sömu mennina. Það veist að nú eru múrarnir að hætta og þú ert gamlir. Ég er ekkert orðinn gamall, sko. Arnbjörg Elsa Hannesdóttir er leikskólastjóri Grænuborgar en skólinn er rekinn af Suðurnesjabæ. Hún sagði að starfi gengi vel og mikil ánægja væri með nýja leikskólan. Til hamingju með daginn. Takk fyrir. Þetta er stór dagur hjá okkur þó að þið séu náttúrulega búin að opna fyrir nokkur síðan. Já, þetta er mjög stór dagur og bara gott að geta lokið þessu dag af og bara haldið áfram síðan. Hvernig er komin lítil reynsla reyndar og við erum að tala um nýjan glæsilegan leikskóla. Hvernig er þetta ganga? Þetta gengur ótrúlega vel. Það er bara samstaðan, liðsheildin, starfsfólkið og allt bara hérna innan húsið og allt þetta er frábært. Ég er rosalega ánægð með hvað allt er að ganga vel upp og allir svo samstiltir. Mér finnst það líka svo gott. Það er langt sem maður sé svona leikskólabyggingu. Þetta er virkilega vandað til verks og einhvern veginn hljóðvistin góð og þannig að þetta hlýtur að skipta máli í starfinu. Algjörlega. Maður finnur það. Ég er búin að vinna í leikskóla í 22 ár og þetta er fyrsta skipti svona sem maður finnur hvað hljóðvistin er mikilvæg og hvað hún hefur mikil áhrif á bara líðan manns yfir daginn af því að við erum náttúrulega hérna með börn 8 tíma dags og 8 tíma yfir daginn og hérna þannig að maður finnur það. Er þetta svona hefðbundið leikskólastarf eða þið okkur sér nótum eða hvernig maður getur sagt það? Nei, bara hefðbundið leikskólastarf. Já. Og hvað er þetta gömul börn? Þau eru frá 18 mánaða og alveg upp í 5 ára. Finnur það á börnunum að þeim líður vel hérna? Já, ég finn það. Þau eru rosalega ánægð og líður rosalega vel og alltaf glöð og brosandi og það gefur manni ótrúlega mikið. Hvernig gengur að manna svona vinnustað? Ótrúlegt en satt, þá bara gekk mjög vel að manna hér og ég tel mig bara að vera með frábæran starfshóp og við erum með líka starfsfólk sem er að koma inn eftir fæðingarorlof og mér líst ótrúlega vel á það fólk líka og þannig að við erum bara vel sett. Það var svona gekk á ýmsu í leikskólastarfinu hérna fyrir nokkrum mánuðum eða árum síðan, þannig að það er komin stilling á allt saman núna og allir horfa fram á veginn. Já, algjörlega. Við erum búin að núllstilla okkur. Nú bara byrjum við á nýju og bara búin að núllstilla okkur og við horfum bara fram á veg. Það var tilkomumikil sjón að sjá 4 flutningabíla aka inn í þorpið í Höfnum undir miðnætti kvöld 1 í síðustu viku. Farmurinn var 2 einbýlishús. Í baksýn mátti svo sjá eldgosið á Sundnúkagígaröðinni. Á þessu augnabliki hafði það staðið í sólarhring og lýsti upp næturhiminninn. Það er þróunarfélag Hafna sem stendur að húsbyggingum í Höfnum. Flutt hafa verið 4 einbýlishús til landsins sem voru byggð í verksmiðju í Litháen. Hvert hús er í 2 einingum og eru sett niður á undirstöður við götuna Djúpavog í Höfnum. 2 fyrstu húsin komu á fimmtudagskvöld í síðustu viku og voru hífð á undirstöðu sínar á föstudaginn. Von er á næstu 2 húsum á næstu dögum. Herru Sveit, mikið af flottum vélum, stórum vélum og mikið af húsum. Hvað er í gangi? Herru, við erum að fara að byrja að setja allavega í dag 2 einbýlishús niður. Þannig að það er bara spennandi. Og er það ekki rétt skilja á mér? Er þetta ekki fyrsta svona nýbyggingin hérna í Höfnum í ansi langan tíma? Já, ég byggði hérna 2019 og svo var einn á undan mér sem byggði í kringum 2013 en ég myndi segja að þetta væri kannski mesta uppbyggingin síðan að þetta hverfi reis í kringum 1970 og upp í 80. Já, en svo var byrjað að byggja, stóð ekki til á sínum tíma að byggja, var ekki búið að byggja grunn
og... Já, það var einn ónýtur grunnur hérna á horninu en hann var víst eitthvað ólöglegur þegar hann var byggður í kringum 1980, þannig að það var aldrei klárað og í raun og veru lóðirnar sem eru hérna fyrir aftan mig, þær voru aldrei kláraðar. En þetta í raun og veru bara speglun af hverfinu sem þú sér þarna. Þannig að við erum bara að fylla upp í það sem að hefði átt að vera búið að fylla upp í. Og þetta 3 einbýlishús sem að koma hingað? Hér eru 3 einbýlishús og svo kemur 1 einbýlishús hérna á milli. Já. Og hvernig þetta gert? Þetta eru húsin koma bara tilbúin, hvar þetta byggt? Þetta byggt í Litáen og kemur að öllu leyti fullbúin og tilbúin. Þannig að hvert hús kemur í 2 einingum sem að svo eru lagðar saman. Þannig að hérna, þær kissast á kjölnum ef ég þú skilur hvað ég á við með því að og svo festum við einingarna saman, allt tilbúið að innan, búið að mála, eldhúsinnréttingin uppsett, baðherbergi tilbúið, gólfvellin komin, allt saman. Svo bara smávegis frágangur sem eftir það sem einingarnar kissast saman. Hvað þarf mikið að gera eftir að búið að hífa húsin og tengja vatn og... Já, ef við tökum það svona út fyrir sviga, að ganga frá húsinu svona 3 til 4 dagar. Og það bara tilbúið. Raunhægt að flytja inn bara eftir 34 daga? Nánast, já. Kannski sættið við með gashita svona til að byrja með, en við erum núna bara að bíða eftir að veitur komi og grafi, en ég veit að þeir ætla að gera þetta hratt og örugglega og vinna í þessu með okkur, sko. Og hvernig áttu vona á það verði til dæmis tilbúið? Ég vona að það verði bara allra næstu vikum, sko. Jafnvel í næstu viku eða næstu 2 sem að þeir koma og tengja inn, sko. Allavega á þessu ári? Já, ekki spurning. Það verður að gera það. Og hvað, eru þessu hús komin í sölu? Hvernig er það? Heyrðu, þau eru í sölu á síðun okkar, svona auglýsingasíðun okkar, Þróunarfélag Hafna, en annars faraðu í sölu leið og húsið dettur og sökkul já. Og bara allar fasteignasölur eða einhver einn fasteignasala? Það er einn fasteignasala, það er Lind sem einkaréttin á þessari sölu. Hún er boðið best? Þeir buðu bara mjög vel og eru góðir, þannig að ég ætla að halda mig við þá til að byrja með og sjá hvernig þetta gengur. Og ertu ekki bara mjög bjartsýnn á að þessi hús rjúki út bara? Ég veit ekki hvort þau rjúki út, en ég vona allavega að fólk þykir þetta jafn spennandi kostur og ég að búa í sveit en í bæ, svona stutt frá en samt í náttúrunni og svona, hvað ég segja, í friði. Já, ég er náttúrulega heillaðast oft að þér, ég hitti hvað er, 2 mánuðir síðan, eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis. Í öðruvísi byggingu, þá svona meiri... Hleðslu. Grjóthleðslu og þú sýndi mér aðeins frá þessu líka og ég er svo sammála. Þetta er bara, maður er bara 7 mínútur að keyra út á Fitjar. Akkurat. Og það ertu með alla skyndibitta og bónus og krónuna og húsasmiðuna náttúrulega. Og svo bara leikskólinn stutt hjá þar, þannig að ég keyri til Reykjavíkur í vinnu og það stoppa mig allavega ekki, sko. Þannig að þetta er mjög spennandi svæði og fallegt svæði hérna. Þetta er dálítið í sveit, en þú ert samt bara með þjónustuna. Já, mér finnst það. Allavega ekki það langt frá að það skipti mig einhverju máli. En segðu mig, hvar er þessi hús byggð? Þau eru byggð í Litáen. Byggð í Litáen? Litáen og við flytjum það á skipum okkar í húsasmiðjunni til landsins. Ég vinn í húsasmiðjunni. Þannig að þú gast nýtt samböndin hann að... Já, ég sé þessi verkefni í húsasmiðjunni, þessi fullbúnu hús. Þannig að það var einfalt mála... Það var einfalt mála að fara í það. Auðvitað er maður þetta er búið að blunda lengi í manni að gera þetta hérna og ég hef nú búin að vera að, nuðast í bænum í fleiri ár. Bara fá lóð þá eða? Fá lóð og halda áfram uppbygginguna á þessu svæði fyrir aftan okkur. Og menna, er ekki hellingsbyggingarsvæði hérna? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég held að það sé nú eiginlega uppurið þegar við klárum þetta hérna. En út af hverju? Þetta er allt land í einkaeigu. Land í einkaeigu? Já, þetta er allt og líka mikið, er ekki dálítið mikið landfriðað hérna, út af gömlum minjum og svoleiðis? Jú, svo er náttúrulega bærinn á þetta land hérna sem er fyrir aftan okkur hér, það sem að þjóðveldis gamli víkingabærinn fannst og þarna bak við kirkjuna, það er allt land bæjarins, en það er nú eiginlega held ég ekki hægt að byggja neitt þar út af því að þar eru svo út af landnámsbænum er örugglega fleiri minjar og ekki hægt að hætta á að eyðileggja eitthvað þar, sko. En ef það væri áhugi hjá, þetta er orðið eitt og sama sveitafélagið, Reykjanesbær, Hafnir er hluti af þeim. Akkurat. Ef það væri vilji fyrir því, eins og við vitum inn í Suðurnesjabæ, þeir ætla að reyna að byggja nær hvorum öðrum. Ef það yrði hægt að byggja meira, væri þá hægt að fara nær Reykjanesbæ?
Það í raun og veru í deiglunni, sko. Ég að vinna þetta verkefni með vinum mínum og samstarfsfélaga Víkingi Sigurðssyni og við erum að deiluskipuleggja báðum, við eigum smá lönd hérna. Ég að deiluskipuleggja fyrir ferðaþjónustu byggð á Hvammslandinu og svo hann með sitt land hérna man nú ekki hvað landið heitir en út í áttina að Reykjanesbær hérna hann í deiluskipulagi 8 einbýlishús þannig að það hugsanlegt að við náum að halda áfram og byggja þá þessi 8 allavega. Hvenær verður komin bara alveg tenging hérðan og alla leið út Ég af vona að Fitjar? það verður nú ekki en þú veist því að það svo skemmtilega fallegt hérna ósabottarnir á milli og væri hægt að gera skemmtilega göngustíga sem að þeir eru nú þegar farnir að ræða að gera göngustíg eða hjólastíg frá Keflavík eða Njarðvík og hingað yfir. Og þú ert dálítið svona sveitamaður í grunninn, þér finnst gott að vera í litlu, þetta má ekki fara að verða 3.000 manna. Nei, ekki þannig, en mér finnst alveg eðlilegt að fylla upp í þau svæði svona sem að eðlilegt þykir að fylla upp í svona eins og það búið að búa til ákveðin þéttingsreit hérna og akkur ekki þá að klára hann bara. Og hvað búa margir í höfnum í dag? Ég held við séum í kringum 98 manns í grúppunni, það þó eitthvað fleiri, ég ætla að skjóta á 140, eitthvað svoleiðis. En það ætti ekkert mikil fyrir þetta, ekkert mikil rask að koma þessi fjöldu upp í, ég meina 200, 300 jafnvel eða? Já, ég kannski ekki maður til að svara því en ég örugglega eitthvað hægt að gera. Ég skal hundur heita ef það verður ekki hreinlega slegist þessar lóðir. Þakkaði fyrir það, ég vona það svo sannarlega. Til hamingju með þetta verkefni. Þakkaði kærlega fyrir. Guðjón, velkominn. Takk fyrir. Hérna, segðu mér, þú ert úr Sandgerði og ert að gera góða hluti á tónlistarsviðinu. Já, ég úr Sandgerði og ég í tónlistarnámi. Þú ert í tónlistarnámi? Já, ég í tónlistarnámi. Og búin að vera það lengi eða? Já, sko, ég byrjaði sem krakki svona á píanóinu en síðan fór ég yfir í sönginn aðeins lengra inn í tíman. Búin að vera lengi í söng? Já, ég búin að vera í svona 2 ár en ég verið í kór. Svo ég svona, veit ekki, þetta dálítið svona í flæði. Já. En hvað með píanónámið? Ertu búin að leggja það á hilluna eða? Sko, ef ég ætla að taka með tíma í það ef ég ætla að taka það aftur fyrir hendur. En núna held ég ætla ég að svona geyma það en það er bara, ég ætla sko, ég ætla að gera það. Núna er það bara söngurinn sem er í forgang. Já, svo sannlega. Og þú ert nú ekkert mjög gamall, þú ert hvað, 17, 16? 16 ára gamall, því að vera 17 ára bara í janúar. Fyrsta árið framhaldsskóla? Já. Hvaða skóla? Í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Já. Var það ekki bara gott? Það er bara, vá, félagslífið er bara geggjað, námið sem ég í, þetta er bara, allir áfangandar mínir, þetta er bara þetta er bara svona, svo líka þekki með mjög marga. Já. Þetta er samfélag af fólki sem þekkist og æðislegt, svo góður hópur og, já. Hvað ertu að læra? Ég er að læra viðskipti og hagfræði. Já. Og hvað þú kláraði þess að Sandgerðisskóla þá vantarlega í fyrra? Já. Kláraði þar. Virkur þar í félagslífinu? Þá? Já. Já, ég var í nemendaráði og félagsmiðstöðarráði og síðan í svona endan þá byrjaði ég að fara í ungmennaráð. Og ert þar núna eða? Já, ég er þar núna, já. Ég er í ungmennaráði Suðurnesjabæjar og þetta er þá bara náttúrulega sameiningin af Sandgerði og Garð og þar eru bara allt sem er ungmennaráða. Já. En hvað með í FS? Ertu eitthvað komin inn í félagsmálið þar? Því miður ekki, ég komst ekki inn í nefnd en ég sótt og ég mæli með að sækja þetta er svo rosalega góður svona lykill. Það er margir sem kom úr bænum og kom úr bara Seyðisfirði sem kom hingað út í þetta félagslið er svo gott og sækist nefnd. Þetta er svo sniðugt fyrir að efla og ná góðum vinum og já, tengjast. Svo sniðugt, en ég komst því miður ekki. Ég menna næsta ár. Já, það er alltaf næsta ár.
En ef við snúum okkur aftur á sönginum hjá þér, þú ert sigurvegari Samfés, það ekki rétt hjá mér? Ég sigurvegari Samfés, já. Hvernig kom það til? Heyrðu, það voru svona pröfur, þetta hét samsuð. Þá þá var það þannig að þú bara sagðir, ég ætla að taka þátt, þetta var mjög auðvelt, þetta var bara ég ætla bara að fá að vera með í þessu og þú kepptir í keppninni, samsuð og þar ef þú vinnur eða kemst áfram með svo keppni þá ferðu í undanúrslitin fyrir Samfés sem heitir Kraginn, allan hérna á Suðurnesjum og ég þurfti að fara í gegnum svona eiginlega 2 svona round, eða þú sko að meina 2 stig, já 2 stig til þess að komast í Samfés og það var svona processið, þú veist, maður þarf að virkilega svona já, einmitt Og þú hefur komist alla leið og bara endar standa uppi sem sigurvegari. Já. Glæsilegt. Og ég var fyrsti sigurvegarinn held ég bara í Suðurnesjabæ. Já, ok. Já, það var ein önnur sem vann á undan mér sem úr Reykjanesbæ, alveg sturlu sko og það svo geggjað að alltaf í þessu fótspori hérna á Suðurnesjum og Reykjanesinu og svona, þetta er bara æðislegt. Tónlistarnámið er virt hérna á Suðurnesjum. Já, mjög, þetta er eiginlega bara svona, þetta er bara svona stór punktur hérna í bara Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, bara öllu Reykjanesinu. Ég held að sé bara alveg, tónlistin er bara hér. Það er svolítið til í því. En segðu mig, hvað hefur þetta skilað ykkur svona fyrir þig sem söngvara að hafa tekið þátt í Samfés? Allan daginn og ég eindreið mæli með því að fara og taka þátt í Samfés. Alveg saman hvort þú sért að byggja upp í þessum stigum og komast inn í Samfés eða bara að taka þátt og þá meina ég öllu, bara taka þátt er svo ótrúlega mikilvægt út af því ef ég hafði ekki tekið þátt í að gera þetta þá hafði ég aldrei fengið þessu ótrúlega skemmtilegu tækifæri. Þetta er bara, þú veist, ég fæ bara svona þetta er svona bittersweet eins og fólk kallar það. Þetta er bara svona góð tilfinning. Já. Svo gott. Og þú haft nóg að gera eftir þetta? Já. Hlaðast það upp verkefnin? Já, þetta kemur, þú veist, maður má ekki frekjast, maður þarf að, þú veist, mér finnst svona auðmýkt vera mjög svona mikilvægur hlutur, þú þarft að vera mjög auðmýkur og þetta er svona, þetta er bara svona, þetta er mjög frekur bransi, þessi bransi er mjög erfiður, hann þarft að berjast fyrir þínu, sko. En, já, ég er mjög heppinn með tækifæri, ég hef verið að syngja á svona, til dæmis menntaþingi var daginn og ég fekk að koma fram í sjónvarpi með hann Pál Óskari sem er bara, vá, það er bara að horfast í augum við þennan mann þetta er bara draumur sko, en já. Hann er búinn að áverka svolítið. Já, svolítið miklu, kannski. Nei, jú, alveg helling og þetta var bara svona, þetta experience, eða þessi upplifun að fá að vinna í sjónvarpi, þú veist, ég meina með RÚV. Það er einmitt svona pinch me, ha? En hvað, svo hérna, þú veist að segja mér, þú hefur nóg að gera í því að koma fram og syngja svona við hinn og þessi tækifæri. Hvaða tækifæri það helst? Það eru svona opnanir á einhverjum viðburði, þetta eru oftast bara viðburðir sem eru kannski, er ég að loka einhverja hátíð eða ég er bara að taka, þú veist, og svo þetta líka, getur verið tónleikar. Þetta er svona eiginlega bara hátíðir, viðburðir, ráðstefnur, svona bara svona alls konar. Alls konar, þetta er mjög fjölbreytt starf. Já. Og hvað, ertu með einhver hljómsveit með þér eða ertu bara með tónlistin á bandi og bakvið þig? Ég er með, sko, ég er svona, ég myndi kalla þetta á því ég er náttúrulega bara einn. Ég kalla þetta að vera sjálfstæður. One man show. Að sjálfstæður. Ég kalla þetta að vera svona sjálfstæður, að vera einn uppi og ekki með lett fyrir bakom mig. En það er mikið meira svona upplifun, eins og ég segi áðan, mikið meira upplifun að vera með hljómsveit. Ég myndi langa að vera meira með hljómsveit, en ég er búin að vera mjög mikið einn núna í þessu. Já. Er ekkert erfitt, þegar þú ert bara einn, ertu ekki svolítið berskjaldar, er ekkert erfitt að koma fram aleinn? Sko,
við nú ætlum að vera svona koma niður á núlli, sko, og segja þetta, sko. Það er miklu meir svona, þegar maður á sviðsljósinu, þegar maður að lýsa á sviðsljósinu, þá svona að vera einn þarna fyrir framan mörg 100 manns, hef ég lent í, meira þess að 1000 sem þarna með samfélags, eða eitthvað 1000, ég veit ekki, þá þú veist, það svona pressa að ef maður rökast að einni nótu, það enginn til þess að bjarga þér. Það enginn sem getur eða skil, það bara svona þú ert eða bara, ok, ég var að ruglast já, þá þetta bara ég en þú veist, það það sem lætur mann vinna meir að maður einn þarna uppi að vinna og gera sitt besta, það það sem það eiginlega hvernig maður vinnur meir, það bara svona, ok, ég þarna uppi einn, ég þarna að taka mjög stór áhættu fyrirgefðu, og það mjög krefjandi. Mjög krefjandi en gaman. Já, hlýtur að gefa vel af sig. Já, mjög gaman. Alltaf mjög gaman. Já. Og hvert svona stefnan í framtíðinu með þetta söngnám og söngferilinn? Sko, það væri draumur og það svona þessi stóri kollur sem ég hef að hugmyndum, ég bara mjög hugmyndarík manneskja, myndi ég segja, ég að hugsa mér svona færi tónlistanám og lengi, ég náttúrulega í tónlistanámi en að þú veist fara í háskóla, í listháskólan og stefna síðan í leiklist, bara svona ég vill ekki vera eitt hlutur, ekki bara söngvari, mér langar að fara út í söngleik, bara geggjað, þú veist, leikari, söngvari, þú veist, bara svona í þessu, bara almennri svona sviðsframkomi, vera sviðsmanneskja. Já. Það var geggjað. Og krefjandi. Og krefjandi. Það tekur tíma. Þetta tekur tíma og það einmitt það, þú veist, ef að ég þetta líka það, þú veist, þú þarft að tækifærin sem eru fyrir fram að þig. Þú veist, ég meina, það ekki bara hægt að stoppa og svo ég bara koma eftir 15 ára og bara, heyrðu, ég ætla að koma aftur og bara já, það bara svona að þú þarft að byggja þetta upp. Þetta tekur tíma og ég alveg tilbúin að taka þennan tíma. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday I'll join us, and the world will be
of the world. You, they may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar tók upp þá nýbreytni fyrir rúmum áratug að bjóða ungmennum á vegum Ungmennaráðs Reykjanesbæjar á bæjarstjórnarfundi og ræða þau mál sem brenna á þeim. Á dögunum mætti stór hópur ungmenna á bæjarstjórnarfund og 10 krakkar héldu flott erindi. Bæjarfulltrúanum Sverri Bergmanni Magnúsinni fannst mikið til þessara krakka koma. Þetta ekki rosalega gaman að fá þessa krakka og þetta eru gríðarlega flotti krakkar sem koma hérna fram í dag? Sko þau koma hérna vel undirbúin og mjög málefnaleg og þetta er ekkert bara gaman, heldur bara nauðsynlegt því að þau eru að koma þarna sínu málefnum á framfæri. Þau eru öll með aðgang í ráðum Reykjanesbæjar og þannig eru þau bara að koma og impra á sínum málum og vilja fá úrlausn mála. Þetta er ómetanlegt í rauninni. Og þetta er líka dálítið góður andi og ég gat dálítið hlegið, ungur strákur Frosti, hann svo nefndi bara þig einan úr bæjarstjórninni, þú ert svona dálítið celeb eða ekki og þú svarar honum í sömu mynd, þannig að þetta er dálítið léttur andi líka. Já, hann gaf mig sjátt í fyrra líka sko, þannig núna var ég að launa honum greiðan sko. En þetta verður að vera gaman, þetta krakkarnir verða, við verðum að vera aðgengileg fyrir ungmennun okkar og svo þau komið að tala við okkur, þú veist, þetta er bara, við erum bara samfélag og við erum að reyna að bæta það. Hvenær byrjaði þetta hjá bæjarstjórn Reykjanes? Þetta var allavega þegar ég hef náttúrulega bara búin að vera í 2 ár og þetta var alltaf tala um þetta eru skemmtilegustu fundir því að þetta er alltaf klappað og svona stemning sko, en ég veit ekki alveg, þetta er búið að vera við líði alveg einhver tíma sko. Og þetta er bara mjög mikilvægt að auðvitað þarf rödd ungmenna að heyrast líka. Þið getið ekki verið með puttan á púlsunum allstaðar og þarna fáið þið bara ákveðna framlengingu. Já, algjörlega, og þetta er mjög mikilvægt og þau líka þarna komuð að gefa okkur meira styrk til þess að koma sínum málefnum á framfæri sko. Þannig að þetta er 2 ári, mætti vera oftar. Linda Líf Hinriksdóttir vakti verðskuldaða athygli bæjarfulltrúa. Hún talaði andlega heilsu ungmenna og var það hugrökk að segja frá sinni andlegu heilsu. Það er ekki ólíklegt að erindi Frosta Kjartans Rúnarssonar, en hann vill banna símanótkun í skóla, tengist erindi Lindu Lífar. Eins gæti erindi Frosta tengst erindi Kolbrúnar Dísar Snorradóttur. Hún hefur áhyggjur af verri lesskilningi unglinga. Það er ungmenna í 8. til 10. bekk en á þeim aldrei koma ungmennin ver út í lestri í könnun PISA. Linda, það var virkilega gaman að fá að vera vitni að þessum fundi að hann og þú varst nú rosalega flott erindi. Og hvað, var ekkert stress í þér? Jú, smá. Það sást ekki? En já, ég sýndi það ekki, reynda. Er þetta ekki frábært tækifæri fyrir ykkur að fá að koma svona fyrir fram að bæjarstjórn og segja frá ykkar innstu málum? Jú, svo sannarlega. Við viljum að þau taka á móti ungmennum, rödd ungmenna. Og þitt erindi, þau höfðu svona eiginlega öll dálítið orðaði. Þú svona greinilega snertir einhverja taug. Hvað heldurðu að þurfi að svona gerast varðandi andlega veljiðan ungmenna? Þannig að ungmenni veit hvar þau geta að tala við, ef þau vita ekki. Og hvað svona finnst þér að bæjarstjórnin geti það í raun gert betur í þessu? Við heyrum alltaf að þessu. Ungmennum í dag líður bara ekki eins og vel. Hvað heldur þú að sé besta ráð? Auka sálfræðinga og inn í skólan þá eða? Félagsráðgjafa þangað. Það er ekki í neinum skólum nema kannski háleiti eða eitthvað. Ég held að það sé þar, en ekki í öðrum skólum. Og bara viðbröðin sem að þú fékkst, varstu ekki bara ánægð með það sem að það er svona svör sem þú fékkst? Jú, mjög. Og hvaða leið heldur þetta farið núna? Hvernig er ferlið í þessu? Fer þetta núna inn í einhverja nefnd í bæjarstjórnum og þau meira að ræða þetta? Veistu eitthvað hvernig framhaldið verður? Ég veit það ekki. Það var fyrsti bæjarstjórnarfundur minn, þannig að ég vona bara að þau taka vel á móti þessu og gera eitthvað að þessu. Frosti, þetta var mjög skemmtilegu fundur og hann var dálítið fyndinn og mér varst þú dálítið fyndinn þegar þú ávarpaðir bæjarstjórnina og Sverri Bergmann sérstaklega. Já, takk fyrir það. Og hann launaði lambið gráa á eftir. Það var dálítið fyndið eða ekki? Jú, svolítið. Þetta er eitthvað svo augljóst í mínum huga, það sem að þú
segir hvernig stendur á þig bara ekki búið að taka síman af ykkur? Ég bara hreinlega veit það ekki. Mér finnst það ætti að vera bara búið að gera það fyrir löngu og þá myndi menntakerfið mögulega bara vera aðeins betra en það í dag og krakkar myndi vera klárari og fylgjast betur með. Já, og mjög flott erindi hjá stelpunum minnum sem var eftir þér. Hún talaði að ég bara lestrarhæfni ungmenna í dag, henni fer hrakandi og þetta var mjög flottar tölur og hún greinilega heillaði og ég held að þið þurfum að tala við hana bara líka en hún svona benti fram á tölur til þess að byrja með eru börnin bara að standa sig vel en svo verður lesskilningunum verri gæti ekki verið að það sé einhver tenging á milli símanotkunar og hvað heldur þú? Jú, þetta voru flottir punktar hjá henni Kolbrúnu sko. Ég held að það gæti alveg haft áhrif af því að í fyrstu bekkinum í skólanum, ég held að sé upp í jafnvel bara 7. bekk að þá megum við ekki hafa símana í skólum. Við megum náttúrulega aldrei hafa þá í tímum en það gæti bara bætt einbeitingu yfir höfuð og að þessar tölur myndi að það væri ekki svona mikill munur á þeim ef að við mættum ekki að hafa símana. Einmitt, og hann Sverrir, hann svona, þú férst bara hrós frá hann, þú bara komst með aðferð líka, ertu til í hvernig aðferðin þessi út á Ítalíu? Þetta í Írlandi og Bretlandi, en að þá virkar skólarnir þar þannig að hver og einn nemandi fær yfir önnina eða skólaárið svona lítinn sakk eða poka sem þú setur síman í og þú lokar hann og þetta er bara svona segulæsing, alveg svo þjófavarnarkerfi í fatabúðum og þú ert bara með síman á þér þangað til að ef þetta væri bara í skólastofum segjum, þá lokar þau saknum bara þegar þú ert komin inn í skólastofuna. Og þú getur ekki opnað hann? Þú getur ekki opnað hann fyrir á pótaranum, alveg svo á kassanum í fatabúðum og þá opnast sakkurinn bara og þú ert með símaðinn. En þú ert alltaf með hann á þér svo hann fari ekki inn í skúffu eða neitt og já, þú vitir alltaf hvað hann er. Og ekki bara mikla líkur á það, þið ekki bara miklu skemmtilegri hjá ykkur í hérna frímínútum og svoleiðis? Ég man þegar ég var í skóla, maður var að tefla og hafa verið að spila á spil, hanga bara allir í símanum í dag og... Það alltaf mikið það. Það alltaf í boði að fara í til dæmis borðtennis eða eitthvað svoleiðis skólum púl og eitthvað og ég held að það myndi vera mikið meira nýtt ef við værum ekki alltaf bara í símanum. Það hefði einnig mátt tengja erindi Aðalheiðar Ísmeyjar Davíðsdóttur við erindin sem við erum búin að fjalla Hún hefur áhyggjur af svefnleysi ungmenna og vill meina að símanotkun spili þar inn í. Hugsanlega gengur kapallinn upp í síðasta erindinu sem við fjöllum Kristinn Einar Ingvarsson vill gefa ungmennum rýmri opnunartíma í sundlaugum helgar. Krakkarnir eru þá allavega ekki í símanum á meðan. Hann kom líka inn á áhyggjur sínar af gangandi vegfarendum þar sem hann býr í Ásahverfinu. Út af hverju fáið ekki nægilega mikið svefn? Af hverju fá börn í dag minni svefn en bara þegar ég var í skóla? Það alveg stór ástæða líka bara út af símanum en það bara út af fólk ekki að fara nógu snemma að sofa út af æfingar, dragast lengi og bara alls konar svona eins og ég æfi til dæmis í bænum þannig ég kannski komin heim klukkan 10 kvöld og ég á eftir að fara í sturtu, ég á eftir að gera heimalærdóm og svo þarf ég að vakna bara klukkan 7 næsta morgun til að fara í skólan og gera þetta á hverjum einasta degi bara alla vikuna. Og hvað ert að æfa í Reykjavík? Ég æfi dans. Æfi dans? Já. Komin heim klukkan 10 þáttu eftir að læra og allt þetta og þannig að þetta bara ekki nægursvefn? Nei, alls ekki. Og svo líka bara samfélagsmiðlar, þeir blandast mjög mikið inn í þetta og þú veist, bara svona addiction eða þannig á síman. Það getur fólk getur ekki sleppt símanum nú til dags. Þannig að já, ég held að þetta sé mjög fróðlegt, en þannig hefur þú heyrt pælinga með að við ættum að breyta klukkunni? Já, Þú veist hvernig þetta í Englandi og í Evrópu, þá er klukkunni flýtt. Ertu fylgjandi einhverjum svoleiðis pælingum? Ættu að seinka klukkunni á veturnar? Já, ég hef lesið smá það. Það gæti verið góð hugmynd, en þú veist, það kannski ekkert nauðsynlegt ef við verum líka að seinka skólatíma, en það væri, þú veist, samtalið betra. Það myndi bæta mikið. Já, sko mín hugmynd, sko við höfum að nýta sumarið, við erum með sólina svo lengi. Það var að láta klukkan að byrja þegar hún 8, þú veist, láta hún þá vera 7, þá fáum við lengri sólabirtu, en svo veturnar að senginni, þannig að þegar sólin er komin upp á veturnar, þegar daginn styttir,
þá hefa seinkinni. Hvernig líst þér á svoleiðis hugmynd? Mér líst bara mjög vel á það, ég væri alveg ótrúlega til í það. Ef ekki bara setja allt í gang og bara láta þetta verða veruleika? Já, algjörlega. Kristín, þú varst með 2 mjög áhugaverð efni sem þú ræddir. Annað umferðaröryggi, segðu mér frá því. Sko, ég bý í Ásakörnu og það er alltaf umferð og þú veist, þegar systir mín ætlar að labba í skólan og þá þarf mamma alltaf að ágjöra henni út að bara þetta ógeðslega hættulegt fyrir gangandi fólk og bílstjóra. Þannig að þín hugmynd var að setja eitthvað hringtorg? Já, hringtorg og göngu svona ljós, svona grænt og rautt til að fara í götuna. Já, og eini í hérna bæjarstjórninu, hún greinilega býr hérna og hún segist þér að hrætt líka, hún deilir þessum áhyggjum með þér, þannig að þú greinilega náðir hennar eyrum allavega. Svo fannst mér áhugavert þetta með sundið, að hafa sundlaugina opna lengur. Í mínum huga er þetta rosalega einfalt. Þá eru krakkarnir allavega ekki heima í símónum eða tölvunni og hittast þau í sundi. Það er ekki tækt að vera stundan eitt, ég meina, skilur þetta heilbrigðara en það er það. Já, sko, til dæmis þegar við strákarnir í tölvunni og komum, hei, strákar, eigum við að fara út í sund? Þeir koma, það er lokað klukkan 6. Það lokar klukkan 9:30 á virkundum. Mér finnst ógeðslega skrítið að lokar klukkan 6 helgar. Ég meina, ég veit að inn í Reykjavík, Laugardalslaugin, hún er opin til 9 held ég. Ég meina, er þetta ekki no-brainer að hafa sundlaugin opna hérna svona lengi líka? Jú, svona léttar breytingar eru bara ógeðslega auðveldar. Já. Það getur ekki kosta það mikið og bara þetta er bara heilbrigt fyrir alla og þá geta börnin og þjóðleikarnir hist í sundi í staðins að hanga heim í símanum. Já, einmitt.
Umleiðu þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna aðra að miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út blaðið okkar í hverri viku því er dreift á 30 stöðum á Suðurnesjum og 4 á höfuðborgarsvæðinu. Meðal annars fyrir Grindvíkingana sem eru fluttir. En við erum líka að skrifa nýtt efni á vefinn alla daga, ýmiss konar fróðuleg umfjöllun og nýjar fréttir. Og þá eru fréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar í alla okkar miðla. Þannig að endilega senda okkur hugmyndar á vaff@vaff.is. Við þakkum fyrir að sinni, sjáum síðar, verið sæl.